sömuleiðis og verið velkomin á jólaskemmtun Rafiðnaðarsambands Íslands. Vá, núna styttist sko heldur betur í jólin sem alveg einstaklega ánægilegt og því ég svo rosalega mikil jólaskessa. Sko jólaskessa út af því að ég tröllskessa. Nei, ég samt ekkert grimm eða vond eins og margir virðast halda að tröllskessur séu. Ég alveg rosalega góð. Alveg eins og hún mamma mín sem eiginlega frægasta tröllskessa á Íslandi. Sem minnir mig á að ég bara bladra og gleymi bara alveg að kynna mig. Það eru reyndar dálítið margir sem að ég hef hitt áður, þannig að kannski einhver þarna sem veit hvað ég heiti. Ég heiti Skjóða Grýludóttir og ég dóttir hans Leppalúða, sérstakur verndari jólakattarins, systir jólasveinanna og dóttir frægustu tröllskessu á Íslandi sem einmitt hún Grýla. Sagan mín sem ég að fara að segja ykkur núna einmitt hana Grýlumömmu. En áður en að lengra haldið, held ég að ég verði að kynna fyrir ykkur tröllastrákin sem með mér í dag. Þetta engin annar en bróðir minn, hann Langleggur, gefum honum gott klapp. Bravo! Vinkaðu krökkunum, Langleggur. Halló, krakkar! Langleggur, hann dálítið feiminn og svo segir hann ekkert rosalega mikið. Ég held að sé reyndar vegna þess að hann kemst næstu því aldrei að þegar hann með mér út af því ég tala svo rosalega mikið. Það sko út af því að ég hef frá svo rosalega mörgu að segja og ég kann svo margar sögur. En Langleggur, hann rosalega góður í einu sem ég kann bara alls ekki og það að spila á píanó. Viltu spila eitthvað fallegt og jólalegt fyrir okkur, Langleggur? Bara til að koma okkur í svona jólastemmingu, eitthvað svona hátíðlegt og fallegt. Já, auðvitað, býttu. Hvað segir, eitthvað jólalegt og skemmtilegt? Já. Ég var að æfa þetta í gær. Já. Nei! Þetta búið! Langleggur, þetta búið! Þetta búið. Nú, þetta bara búið? Já. Allt í lagi. Blessa, ég bara farin. Nei, Langleggur, skemmtunin ekki búin. Nú? Lagið var bara búið. Heyrðist mér. Já, hvernig læt ég? En Langleggur, geturðu kannski spilað eitthvað dálítið drungalegt fyrir okkur? Eitthvað svona rólegt og drungalegt. Vá, þetta passar mjög vel við söguna sem ég fara að segja ykkur núna. Hún getur nefnilega verið svolítið skelfileg og drungaleg á köflum. Engar áhyggjur samt. Ég passa rosalega vel upp á ykkur. Ég alveg hérna hinum megin við skjáinn, skiljiði. Þannig ég kemst ekkert í gegn til ykkar eitthvað. Og svo líka lofa ég lofa að sagan mín, hún endar vel. Þið tilbúin? Ert þú tilbúin, Langleggur? Já! Einu sinni, fyrir reyndar mjög stuttu síðan, sat Skjóða Grýludóttir, sem sko ég, sat Skjóða Grýludóttir inni í hellinum sínum að lesa jólabók. Þetta nú mesta bull sem ég hef nokkuð tíman lesið. Bíddu nú við. Grýla með 3 höfuð. Í hverju höfði hefur hún 3 augu. Grýla mamma með 9 augu. Þannig að svolítið skrítið hvað hún sér illa með við þessar upplýsingar. Grýla mamma með 3 augu. Þetta nú bara... Víti, Langleggur, það meira. Langleggur, þetta nú kannski ekki svona fyndið. Grýla með hófa í stað fóta, klær í stað handa og langan hala sem hún dregur á eftir sér. Grýla mamma með hala eins og beljurnar. Langleggur, þetta kannski ekki alveg svona fyndið. Nei. Grýla ægilega vond tröllskessa. Hún fer niður til byggða til að leita uppi óþekk börn.
Þegar hún finnur einhver óþekk börn, hún fljót að hremma þau með beittum klónum, stinga þeim ofan í stóra pokann sinn, þramma með þau upp í Grýluhelli og skella þeim ofan í stóra pottinn sinn, þar sem hún eldar þau í sjóðandi vatni. Þegar barnalærin og krakkarhryggirnir eru fullsoðnir, nýtur hún þess að graðka þeim í sig. Ói, bara... Nýsoðin börn. Grýla veit ekkert betra en að borða óþekka krakka. Grýla, mamma! Mamma borða börn! Þetta mesta bull sem ég nokkuð tíma lesið! Skjóða! Já! Skjóða! Já! Þetta nú kannski ekki svona fyndið. Ó, já, það alveg rétt. Þetta samt mjög fyndið. En allt í einu heyrði ég dálítið þrusk. Mamma komin heim! Ég verð að sýna henni þessa jólabók sem ég var að lesa. Sko, Grýla mamma, hún var búin að vera í burtu í 3 heila daga. Hún hverfur stundum í svona lengri tíma en hún kemur alltaf tilbaka. Pabbi segir að nú þurfi hún smá frið frá ykkur tröllabörnunum. Grýla mamma á líka fleiri en 100 börn og þegar 100 tröllabörn koma saman þá geta sko verið mikil læti sko. Mamma, ég verð að sýna þér þessa jólabók sem ég var að lesa. Ekki núna, Skjóða. Ég að elda mér mat. Ég upptekinn. Svona hunskastu aftur inn í hellinn þinn. Já, mamma. Mamma getur sko stundum verið dálítið pirruð, en samt hún rosalega góð. Mamma var sko komin inn í eldhús og hún var að kveikja eld undir stóra pottinum sem hún hafði þegar fyllt af vatni. Og við hliðina á henni stóð stóri, brúni pokinn hennar. Hvað ertu eiginlega að gera, mamma? Ég að elda mér mat, Skjóða. Svona hunskastu fram. Ég hef engan tíma til að hlusta á enn eina söguna frá þér. Já, eins og ég sagði þá getur mamma verið dálítið pirruð, en samt hún rosalega góð, ég lofa. Já, mamma. Ég allavega ekki fyrir en ég búin að borða. Þá skal ég hlusta á þig. Ég alveg dauðanum hungraðri, búin að vera í burtu í 3 heila daga. Svona, inn í helli með þig. Haltu bara áfram að lesa þessa jólabók. Ég skal kíkja á þig þegar ég búin að elda. Og síðan strunsaði mamma fram hjá mér. Fór einhvern lengst inn í hellinn. Ég var alein eftir í eldhúsinu og nældi mér í eina mandarínu úr mandarínukassanum. Og ætlaði svo bara að drífa mig aftur að lesa inn í hellinn minn þegar ég heyrði ókunnuga rödd hvísla. Hún farin! Og aðra hvísla á móti. Flott, drífum okkur þá úr þessum poka. Ég næ varla andanum. Hljóðið kom úr pokanum. Mér leist ekkert á blikuna svo ég faldi mig. En ég fylgdist að sjálfsögðu með öllu því sem fram fór. Allt í einu fór pokinn að hreyfast til og frá. Og ég skildi ekkert hvað var að gerast. Og allt í einu birtust höfuð upp úr pokanum. Fyrst eitt og síðan annað. Mannabörn. Mannabörn í Grýluhelli. Sérðu eitthvað? Nei, ég held við séum ein hérna í eldhúsinu. Flott, komum okkur þá úr þessum poka. Ég trúði ekki mínum eigin augum. Það var þá satt. Elsku besta Grýla góða mamma mín var ekkert annað en ófreskja sem borðaði lítil saklaus, já, en auðvitað samt dálítið óþekk börn. Vitið að ég varð að gera eitthvað, ég gat ekki látið að gerast. Svo ég hljópa að pokanum, þar sem börnin voru ennþá að bjástra við að koma sér upp úr. Og ég ætlaði að bjarga þeim, en í staðinn fyrir að hjálpa þeim upp úr pokanum, þá tróði ég þeim bara aftur onni í pokan. Hvað ertu að gera? Svona onni í pokan með þig. Hjálp, ekki, jú, onni í pokan, ég að reyna að hjálpa ykkur. Hjálp, ekki sleppt okkur lausum, Skiljiði ekki að ég að reyna að bjarga ykkur og Grýla geti komið tilbaka á hverri stundu. En við höfum ekki séð neitt. Ekkert nema stóra pottinn, já! Og honum fáið sko að kynnast miklu betur ef Grýla mamma kemur tilbaka. Því að hún ætlar að éta ykkur í kvöldmatinn.
Loksins virtust mannabörnin skilja alvarleika málsins því að nú grétu þau og voluðu. Ég vil ekki verða kvöldmatur, ekki ég heldur. Þetta er svo sorglegt. Þetta grína bara éta litlu barni. Ég veit bara ekki hvað Langleggur minn. Ég get ekki á heilum mér. Langleggur minn, manstu þegar ég sagði þér í byrjun að ég lofa að sagan mín hún endar vel og ég skal passa upp á þig. Þú þarft ekkert að vera hræddur. Þið þurfum sko ekkert að vera hrædd. Ég lofa að sagan mín hún endar vel. Allt er samt smá hræddur sko. Já, ég skil það alveg, enda er þetta líka dálítið svakaleg saga sko. En nei, ég passa rosalega vel upp á þig. Þetta er allt í lagi. Ég skellti pokanum á bakið og þetta hlaupa með hann á harða spretti út úr hellinum. En ég rakst bara beint í flasið á Grýlumömmu sem var komin tilbaka. Hæ, mamma? Skjóða! Ætlaði þú ekki vera farin aftur inn í hellinin? Nei. Ég meina, jú, mamma, Og hvað ert þú að fara með pokan? Pokan? Hvaða poka? Ég sé engan poka, mamma. Skjóða, pokan minn! Pokan er þinn? Ég er ekki að fara með pokan þinn neitt sko. Láttu ekki svona, Skjóða. Ég sé alveg pokan minn bak við þig. Já, ertu að meina þennan gamla poka hérna, þennan poka? Já, ég ætla að fara með hann út. Að dusta af honum rykið. Út af því að þú ert búin að vera í burtu í 3 heila daga og hann er dálítið skítugur og... Láttu ekki svona, Skjóða! Maturinn minn er í honum. Það er þá satt, mamma. Ég trúi þess ekki upp á þig. Ætlarðu virkilega að borða litlu sætu? Já, nema hvað, Skjóða? Ég veit ekkert betra. Af hverju heldur ég hefi gengið í 3 heila daga nema til að sækja mér spriklandi ferskan bita í soðið? Mamma, ég trúi þess ekki upp á þig. Ég leyfi það ekki. Leyfir þú mér ekki hvað? Að borða míns eigins mat? Já, ég leyfi það ekki. Nei, þessu ræður þú ekki, leiðinda Skjóða. Hún kallaði mig. Síðan reif mamma pokan af mér. Nei, mamma, hættu, farðu hann ekki. En Grýlamamma er auðvitað miklu sterkari en ég, svo hún bara hrifsaði pokan á endanum bara af mér. Síðan strunsaði mamma að pottinum. Og byrjaði að hella úr pokanum. Og börnin voru við það að lenda í heita pottinum. Samt ekki heita pottinum, eða þú veist, ekki heita pottinum eins og í sundlaug. Eitthvað þannig, ekki eins og í sumarbústaðnum. Nei, sko heitum potti alveg sem er sjóðandi vatni alveg bublum. Ekki svona eins og nuddpotur. Nei, svona alveg bara hrikalegur bara eins og maður sé að sjóða kartöflur, sko. Jæja, nú farið þið ofan í pottinn og ég get ykkur upp til agna. Nei, Grýla, gerðu það ekki. Nei, við viljum ekki verða kvöldmatur. Skjóða, varst þú að segja eitthvað? Nei, ég hristi þetta bara hausinn. Það var ekki, ég hafði ekki sagt neitt, sko. Jæja, maður sjá, nú farið þið ofan í pottinn, nammi. Nei, Grýla, við viljum ekki deyja. Skjóða, viltu hætta þessum endemis hrópum og köllum? Mamma, ég sagði ekki neitt. Hljóðið kemur úr pokanum. Ert þú að segja mér að kvöldmaturinn hafi eitthvað málið að segja? Talandi kvöldmatur. Ég hef nú bara aldrei heyrt annað eins, Skjóða mín. Hvað er eiginlega á seyði hérna, má ég sjá? Bíddu nú við. Gerðu þetta, Grýla. Slepptu okkur lausum.
Hver ert þú? Og hvar fiskurinn minn? Veitu, hvað eiginlega á seyði hérna? Veitu, hvað? Ég skil ekkert í þessu. Hjálp, við viljum bara fara heim. Farð þú það bara heim? Og hætt að þvælast fyrir mér. Veitu, hvar laxinn minn? Hvaða lax, mamma? Nú laxinn sem var hérna í pokanum. Ég skundaði 3 heila daga vestur á firði til að stela mér spriklandi ferskum lax úr soðinu. Og þegar ég kem heim ekkert í pokanum nema 2 krakka asnar sem ég hef aldrei séð áður. Já, réttast væri að ég myndi éta ykkur í kvöldmatinn. Nei, Grýla mamma, gerðu það, ekki gera það. Ég skal gera hvað sem fyrir þig ef þú bara sleppir þeim lausum. Ég skal greiða ullina á hárinu þínu og ég skal klippa á þér skítugar táneglurnar. Eða ég skal þrífa skítugu nærbuxurnar þínar. Skjóða! Af hverju ættir þú að þrífa þær? Ég ekki búin að þrífa þær í 4 ár. Ég veit, mamma. Ég veit, ég skal samt þrífa þær. Ég skal gera hvað sem fyrir ef þú bara sleppir börnunum lausum. Ég skil ekkert í þessu, Skjóða mín. Sleppi, hvað þessi börn eiginlega að gera hér? Hvað eiginlega í gangi? Getið þið svarað því? Hvað eiginlega á seyði hérna? Fyrirgefðu, Grýla. Okkur langaði bara svo mikið að sjá höllin þinn. Já. Ég skil. Þið hafið sem sagt laumað ykkur sjálf ofan í pokan minn. Já, það sko mamma okkar sem á fiskeldið. Já, og við sáum þið stela laxinum. Já, svo við eltum þið upp á heiði og þegar þú varst að taka þér sopa úr læknum, þá laumuðumst við ofan í pokaninn. Já, og öll börn dreymir að sjá Grýluhelli. Okkur langaði svo rosalega mikið. Já, en hvar þá laxinn minn? Langlegur? Ég lofa þetta endar vel, sko. En þið lögðuð ykkur í stór hættu. Þið vitið að inn í Grýluhelli mega engin mannabörn koma. Já, ég veit það. Já, þið eru örugglega fyrstu mannabörnin sem hafa komið hingað og ég var næstum því óvart búin að elda ykkur í kvöldmatinn. Ég held samt að það hafi verið þess virði. Já, við erum einu mannabörnin sem hafa séð Grýluhelli. Húrra, húrra! Eftir að þessi krakka laxa misskilningur hafði verið leiðréttur, setti Grýlamamma mannabörnin aftur ofan í pokann sinn og hljóp með þau aftur vestur á firði svo þau komist heim fyrir jólin. Mamma mín ætlaði auðvitað aldrei að borða börnin, enda borðar Grýlamamma ekki mannabörn. Ég hef aldrei séð hana gera það og ég búin að þekka hana frá því að ég fæddist. Samt stendur það í jólabókinu minni að hún borði börn sem dálítið skrítið. Ég veit, bara til öryggis, þá skulu bara allir vera stiltir og prúðir. Lífið líka bara miklu skemmtilegra þannig. Ég veit samt alveg að Grýlamamma borðar ekki mannabörn. Hún sko mamma mín og hún bara rosalega góð. Hey, ég get kannski sagt ykkur aðeins meira frá henni Grýlumömmu minni. Ég var einmitt að gefa út glænýtt jólalag hana. Ertu tilbúin? Ég sko með DJ Stúfot kantinu sem ætlar að setja smá svona auka tónlist undir. Ertu tilbúin, Langlegur? Já, sko tilbúin. Ég líka tilbúin, sko. Stúfur tilbúin? Já. Frábært. Hæ, krakkar, gaman að sjá ykkur. Við erum eiginlega bara að byrja á byrjuninni, kannski. Byrjum bara aftur, sko. Ég heyrði ekkert svona. Fjalli í stórum helli við tröllskessan hún Grýla næstum 1000 ára að deyja úr elli hún gætir sinna Grýla úr grjóti og steinum hún flötum beinum vinnur í þínu bæ
keppast við að bjóða þér gleðilegra jóla. Ein þó af þeim öllum ber, þín tröllskessan Grýla ræður öllu hér. Margur vill á fjallinu taka í vonum að finna slotið. Flestir hafa þó snúið tilbaka því öreldið þá hefur þrotið. Það hjálpar þér ekkert aðgangsorð, ég óútskýrður kraftur. En ef þú kemst þangað á annað borð er ekki viss að þú komist heim aftur. Hér búa 13 jólasveinar og leppa lúði sem kvartar og kveinar. Jólaköttur með leiktar klær, kolsvartan feld og glyrnur tvær. Leggur og skjóða, skreppur og bóla sem keppast við að bjóða þér gleðilegra jóla. Ein þó af þeim öllum ber, þín tröllskessan Grýla ræður öllu hér. Þetta var skemmtilegt, Langleikur. Já, rosalega. Mikið svakalega mikil stemning hérna hjá okkur. Og krakkar, núna er kominn tími til að taka upp bingóspjöldin. Takið upp bingóspjöldin og við verðum að undirbúa okkur fyrir bingóið. Og já, fyrst verðum við reyndar að kveðja Langleik með restina af laginu. Ha? Hvernig getur lagið þér áfram að þú ert ekki að spila? Bara galdrar. Þetta er skemmtilegt. Takk kærlega fyrir okkur. Við sjáumst þetta smá þegar ég og Hurðaskellir erum komið með bingóið. Við ætlum bara að setja upp fyrir bingóið. Þið megið taka upp bingóspjöldin. Ég ætla að segja ykkur að það er mjög sniðugt að horfa á okkur á öðru tæki en þið ætlið að spila bingóið. Þannig að það er að gera að taka upp spjaldtölvu eða síma eða hvað sem þið ætlið að nota til að spila bingóið og hafa okkur á öðru tæki. Þannig að nú hafið þið tækifæri til að undirbúa það og meðan að við undirbúum sviðið. Hurðaskellir, ertu kominn? Hurðaskellir! Hurðaskellir! Hvar er Hurðaskellir? Skjóða! Já! Ég er ávarpana! Frábært! Sko fullt af vinningum og alls konar. Æðislegt. Má ég sjá. Mikið var þetta nú skemmtilegt. Vá. Hér er allt að vera tilbúið. Ég hef sko sýnt ykkur hvað er í vinning. Við erum sko með spilavinninga. Hér er stóra fjölskyldu Besserwisser-spilið sem er glænýtt og það er ótrúlega skemmtilegt. Svo erum við með fleiri spil og hér er sko Dinosaur Tea Party, a game of civilized deduction. Sko búin að vera að æfa mig í ensku. Og hér er sko Taco Gate Ostur Pizza. Heyrðu, þetta er einmitt spilið sem við Hurðaskellir vorum að kenna í dagatalinu okkar um daginn. Þannig að það eru sko alls konar vinningar. Og ég ætla að segja ykkur, allir sem fá bingo í dag, þeir fá vinning. Þannig að þegar við köllum bingo, það eru kannski fleiri en eitt sem vinnur bingoið, þá þurfum við að draga hverjir eru með aðalvinning, en það fá allir sem fá bingo, fá einhvern vinning og það fá allir spil, sem er mjög skemmtilegt. Það er líka svo gaman að spila jólin. Það er svo ótrúlega skemmtilegt. Sko, það sem er gott við að spila er að bæði þá æfir maður hugan og það er svo samverustund með fjölskyldunni. Það er svo jólalegt að gera eitthvað svona skemmtilegt saman. Við Hurðaskellir, við ætlum sko að stjórna bingóinu. Heyrðu! Á meðan við bíðum örsnögt eftir Hurðaskelli, þá skulum við bara hita okkur upp fyrir bingóið. Þið eru líka búin að sitja og horfa á söguna mína, stöndum öllu upp og tegjum aðeins úr okkur og við skulum syngja spennusögu. Spennusögu sem gerist inn í skóginum, þar sem er sumarbústaður, eða var það kofi. Og fyrir utan sumarbústaðin er lítil kanína að hlaupa, eða var það héri.
Og eftir héranum síðan risastór sjóræningi. Eða var það veiðimaður? Ég ekki alveg viss. Eigum að syngja lagið saman? Stúfur, þú mátt íta á play. Þið tilbúin? Í skóginum stóð kofi einn, sat við gluggann jólasveinn. Þá kom lítið héraskinn sem vildi komast inn. Jólasveinn, ég treysta á þig, veiðimaður skýtur mig. Komdu litla héraskinn, því ég vinur þinn. Frábært, og nú vil ég fá ennþá fleiri með, líka fullorðna fólkið. Það reyndar fullt af fullorðnu fólki sem kann ekki alveg næsta erindi, þannig að undir ykkur komið, krakkar, að kenna þeim það. Eru þið tilbúin? Nú skulum við syngja bara hátt og skýrt, öll saman. Veiðimaður kofann fann, jólasveininn spurði hann. Hefur þú séð héraskinn, hlaupum hagann þinn? Hér ekkert héraskott, hafa skaltu þig á brott. Veiðimaður burtu gekk og engan héraf fékk. Vá, hvað þetta var flott hjá ykkur og takk fyrir að vera svona mörg að taka þátt. En skemmtilegt. Og vitið hvað? Hér að horfa eru sko vinir mínir út allt land. Það eru sko vinir mínir bara á Akureyri og fyrir norðan og Egilsstöðum og Austurlandi og Suðurlandi og Norðurlandi og Norðurpólinu. Nei, kannski ekki alla leiðina þangað, en út allt land og líka inn í Reykjavík og út allt. Og vinningana í þessu flotta bingói sko hægt að sækja. Ef þau eru nálægt Reykjavík, getið þið sótt á til mín á morgun milli 4 og 5 og ég ætla persónulega að afhenda ykkur vinningana bara tjung, upp á Höfða í rafiðnaðarsambandinu á morgun milli 4 og 5. En ef þið vinnið og eruð út á landi eða einhvers staðar eða erfitt með að komast milli 4 og 5, þá látið þið bara Georg, sem hjá rafiðnaðarsambandinu, bara georg@rafis.is, þá látið þið hann vita, sendið honum bara post og hann bara bam, sendir ykkur bara heim að dyrum sko. Það eru kannski einhverjir sem vilja nýta sér það líka svona á þessum tímum, bara fínt að fá þetta sent upp á dyrum, en annars hlakka ég til að sjá hina vinningasamana á morgun milli 4 og 5 sko. En nú ætlum við að undirbúa spjaldið okkar. Ég veit að Hurðaskellir, hann bara flæktist í einni snúrunni sko, hann alveg bara flæktur hérna fastur einhversstaðar. Fínt að geyma hann bara þar í smástund. Nei, kannski ekki, bara stríða hann pínlítið. Ó nei, kannski var ég þá að vera smá leiðindaskjóða núna. Má ég spyrja, hver hérna komin í jólaskap? Já, ég sé að næstu allir rétti pund. Já! Hurðaskellir já! Ég var að spyrja hverju væri komnir í jólaskap. Þú komin í jólaskap? Já, en hvað Grýla? Hver Grýla? Við verðum að finna Grýlu. Er það sem þú búin að vera að gera í öllum snúrunum hann á bakvið? Að leita Grýlu? Ég bara að leita Grýlu út allt saman. Af hverju ertu að leita Grýlu? Þú verður að vera hérna. Grýla, maður má ekki vera hérna. Jú. Það bara ég og þú að stjórna bingói núna fyrir rafiðnaðarsambandið. Nei, það kom í fréttum í gær. Að Grýla ætti að vera hér? Já, í stóra jólabingói rafiðnaðarsambands Íslands? Nei, hjá öllum. Það var sagt að það væri Grýluskylda. Var Grýluskylda bara allsstaðar? Já. Áttu allir að vera með Grýlu með sér? Já. Hurðaskellir, þetta eitthvað skrítið. Hvernig getur Grýla verið á fleiri en einum stað í einu? Ég veit ekki, hún var svo stressuð í morgun þegar ég sagði þetta. Ég var alveg, Grýla, mamma, þú ert að vera allsstaðar því að það var satt í fréttunum að það væri Grýluskylda. Ertu að meina grímuskylda? Nei, Þú ætti að vera með grímu út í búð og svoleiðis? Já. Ekki Grýluskylda. Það getur verið að það er misskylda. Ó nei, mamma er það bara núna En maður sjá, hver komin í jólaskap? Það er fleiri menn. Hæ, sjá ykkur. Og hver setti skóinn sín út í glugga? Jú, já. Ég setti skóinn út í glugga. Ég fekk svo mandarínu. Og réttufönd, hver fékk kartöflu í skóinn? Það var alveg glemt í réttufönd. Var eitthvað svo réttufönd? Já, bara óvart, ég var bara aðeins að stríða ykkur. En eru þið tilbúin í bingo? Við ætlum að spila röð B. Í vinning Dinosaur Tea Party. Þetta ótrúlega skemmtilegt, þetta risaðileg spil. Það eitthvað svo gaman að spila á jólunum. Já, við Hurðaskellir spilum alltaf.
Við erum alltaf að spila Við erum líka alltaf að spila bara. alls Og svo spilum við líka í janúar, februar og mars og apríl og jólanuar og september og alls konar. Hérna, við ætlum að spila röð B upp á Dinosaur Tea Party. Má ég Ef það sjá? eru 3 sem vinna aðalvinninginn, þá fá 3 svona spil. Og ef það eru einhverjir aðrir sem vinna líka, við ætlum að draga upp á það, þá fáið þið sko taco, köttur, geit, ostur, pizza, sem er ótrúlega skemmt. Það var rosalega skemmt. Já, við erum búin að spila það sko, með Herri, grillum og lappal og allt í jóladagatalinu okkar. Ég er svo spenntur. Sjáðu hvað ég er spenntur. Sjá hvað ég er spennt, ég er alveg. Vá, spenntar en ég, þetta er svakalegt. Þetta er rosalegt. Vindum okkur í bingóið. Við vindum okkur í bingóið. Áður en að við byrjum þurfum þið kannski að vita hvað þið að gera ef að þið fáið bingó. já. Til þess að þegar maður fær bingó, þá sendið þið SMS í þennan snjallsíma. Ég er sko ekki eitthvað hérna í Candy Crush, ef þið haldið það sko. Nei. Nei, ég er bara hérna að skoða. Það er verið að pröfa og segja bingó, það getur enginn hafa verið að fá bingó samt. Nei, ekki strax. En ef þið fáið bingó þá sendið þið SMS í númerið 793-2500 sem er hérna í horninu, Í hvað hotni, þarna? öðru hvoru, og hérna, Þarna og hérna megin, og þá sendið þið SMS og það er mjög mikilvægt að komi fram nafn á þeim sem er með bingóið og númerið á bingóspjaldinu. Þannig að maður segir bara bingó, nafnið sitt, númerið sem er á bingóspjaldinu. Við erum held ég bara alveg að vera tilbúin að byrja. Þið hérna getið líka tekið þátt hérna á spjallræðinu hérna með við erum að spila. Þetta er hliðar og við getum svarað eitthvað svona þaðan og svoleiðis. Þannig að við bindum okkur bara í B, hurðarskellir. Er það bara B? Já. Þá er fyrsta talan komin og það er bjúgnakrækir 9. B9. B9. Já. B9. Svo birtast tölurnar hérna fyrir neðan í borðanum rétt og eftir. Eru tilbúin í næstu tölu? Það er bjúgnakrækir númer 12. Bjúgnakrækir 12. B12. Á að segja næstu? Já, segðu næstu. Ég er að reyna að opna spjallið og sjá hvað er að gerast þar á meðan, sko. Það er sko B11. B11. Bjúgnakrækir 11. Þetta er frábært. Má ég sjá? Það er fullt af B-um eftir, sko. Það er til dæmis B1. Næsta tala er svo heppilega að dýra það að hún er B1. B1. Skjóða. Já. Næst er möguleiki að ykkur fái bingo. Er það? Erum við komin á 5. töluna? Við komum á 5. tölu. 5. talan í B er B15. Ætli einhver sé komið með bingo? Ég veit ekki. Það er einhver að spyrja hérna hvar fæ ég spjaldið. Það var sendur linkur með spjöldum á alla. Já. Þannig að það ætti að vera í tölvupóstinum. Sama pósti kannski og þið fenguð þennan link í upplýsingar það hvernig þið nálgist spjöldin. Þannig að það er að gera að nálgast spjaldið. Hurðaskellir, á meðan við athugum hvort að sé einhver komið með bingo og gefum þið tækifæri á það að senda okkur. Þá ætla ég að segja þér að það var svo margir að segja hvað sagan mín hafi verið flott. Og hvað eru margir sem voru að sátu bara stjarfir yfir sögunni og fannst svo gaman að hlusta og takk vini mínu. Misti afinni. Já, þú varst bara flæktur í einhverja snúru flækju að leita grílu. Ég var algjör í flækjuna. Og það fullt af krökkum sem segir hæ Isabella Diljá, hæ og líka fullt af fleirum. En hörðu, fékk ykkur bingo? Það er ekkert bingo komið enn, þannig ég held að það sé óhætt að draga aðra tölu. Já, ég veð í það. Má ég sjá? Voru þið búin að segja töluna sem voru komnar? Það var 1, 9, 11, 12 og 15. Þá er komið að 7. tölunni og hún er komin! B13. B13, nú er kannski einhver komið með bingo. Ég er óstressað fyrir þetta, Pældi ykkur fær bingo og... Spáði ég ef einhver fær bingo og... Kannski einn sem var bara 2 tölur eftir og hann bara, ég er svo stressað fyrir þetta. Já, heyrðu, það er komið bingo, það er komið bingo. Hvað er bingo? Það er 2 bingo komin. Hvar? Þau eru hérna í símanum. Þau eru búin að senda SMS. Já, þau eru komin. Hérna er Lárus Þór Skúlason, hann er komið með bingo. Við ætlum að athuga það. Hann er með spjald 846. Má ég sjá? Það er 846. Það sko skiptir ekki máli að vera fyrstur. Það er eina sem skiptir máli er að ná að senda bingo og svo skoðum við öll spjöldin sem að fá bingo til þess að sannreyna það. Herðu, það er rétt! Lárus Þór Skúlason er með bingo. Ding, ding, ding. Og Árni Jökull er líka með bingo. Árni Jökull Gunnarsson, spjald 148. Má ég sjá? 148? Já.
148. Við sjáum hvað gerist. Hann líka með bingo. Við þurfum að draga. Nei, við þurfum ekki að draga. Nú. Það eru nefnilega, þú veist, þeir fá báðir svona spil. Svona spil. Já. Og eftir ef við eigum aukaspil, þá getum við dregið aukatölur og svona. En ég held við ættum bara að halda áfram í röð núna, en þeir eru báðir búin að fá svona spil. Og ég ætla að merkja niður nöfnin ykkar, og þið ættu núna að íta á hreinsa spjaldið, og við ætlum að byrja á röð En ég ætla að skrifa hérna niður nöfnin, Árni Jökull Gunnarsson, allir sem að fá, skilur við. Ég tilbúin með röð Já, segðu tölunar. Við förum, kæru vinir, við förum í Við förum í röð Röð Já, sem gæti til dæmis verið inniskór. Inniskór? Aftur sami vinningur. Já, En það er mjög skemmtilegt. Má ég sjá, Mjög skemmtilegt hérna spil, Má ég sjá, það komin. Jú, það fyrsta talan komin í hús. Inniskór 28. Inniskór eru kósí á jólunum, hörðaskillis. 28 komið í hús. 28 komið í hús? Já, það komin önnur tala, hún bara læddist hérna að mér. Læddist hún bara? Það 30. Inniskór 30. Inniskór 30. Hún komin í hús, og ég held með þess að sveimir þá að næsta tala sé bara komin. Því hún 24. 24. Þetta gengur svaka vel, Því næsta tala, hún bara hljópingað inn og fór bara beintið á skjáinn hjá mér. Veist hvað hún Hvað? 27. 27. Yrðu, getur líka verið ilmandi pipakökur. Veistu hvað? Sá sem fær næstu ilmandi pipaköku getur fengið bingo. Já. Ég tilbúin. Já. Næsta tala ilmandi pipakökur 21. 21. Ætla að sé einhver komið með bingo. Ég fylgist vel með símanum hurðaskellir á meðan að við ætlum að senda kveðju til Sigurrósar Lísu og Loga Þórs. Hæ. Kveðja, hurðaskellir og skjóða. Það fekk engin bingo. Heyrðu. Engin, jú, það komið bingo! Wow. Herðu, það verður að dingla. Ég ætla að fara til dyra. Hæ? Verið að dingla? Já. Nei, hurðaskellir, þetta var bingobjallan. Það ekki við hurðina. Nei, þetta var bingobjallan, hurðaskellir. Já! Heyrðu, Guðmundur Sigfússon, 592. 592. Já. Það kemur hérna maður sjá. Það eru fleiri með bingo. Það passar! Guðmundur Sigfússon, þú ert búinn að næla þér í Dinosaur Tea Party. Nú getur þú bara verið að spila. En hurðaskellir, fyrst að fékk bara einn vinning. Já. Eigum við þá kannski að taka eina aukatölu og sjá að kannski einhverjir sem eiga bara eina tölu eftir. Eigum að prófa núna eina aukatölu. Ég til í þetta. Ég líka til í þetta. Kæru vinir, það ein aukatala. Ein aukatala, ekki hreinsa spjaldið. Þið sjáuð, ef þið hreinsuð óvart spjaldið þá eru tölurnar hérna fyrir neðan. Þið getur bara skellt þeim inn aftur og þið eru með eina tölu eftir. Eru þið tilbúin? Það er ekki U, það er Já, það er ekki U í þessu. Ég held að það er bungo. Herri, bingo, 18. 18. Ég býð spennt við síman að einhver hafi verið með 18 og fengið bingo. Má sjá. Já, spjald númer 626, það er Ingunn Þráinsdóttir. Má sjá, 626. Já. 626. Já. Og það eru fleiri, Já, það er rétt. Ingunn Þráinsdóttir, þú ert búin að vinna þér inn Dinosaur Tea Party. Það var þetta dyra. Þetta var ekki, þetta er bingobjallan, hurðaskellir. Já, fór að gleyma. Já, heyrðu, og hér líka er Sigmar Bergvin með spjald 1204. 1204? Já. Hérna 1204. Já, það er bingo. Það er bingo! Sigmar Bergvin, þú ert líka búin að vinna þér inn Dinosaur Tea Party. Þetta er skemmtilegt. Eru það skellir? Nei, já, bara gleyma, þetta var bingobjallan. Þetta er bingobjallan. Þetta væri bara komið Má sjá, ég ætla að hvort það sé fleiri SMS. Þetta var skemmtilegt. Nú alveg 3 í röðinni. Erum við að fara í N? Við erum að fara í N. En eigum að gera strax? Leið mér hugsa. Hvað með að bíða aðeins? Kannski núna?
Já. Hreinsa spjöldin. Hreinsa spjaldið og við förum í röð N. Vissu þið, svona til gamans, að það þarf bara 4 tölur til þess að vinna N-röðina. Að því í miðjunni bara eitthvað svona búp. Það bara svona búp. Já, N bara, búin bara alltaf í fríi. Já, það var eitthvað, já, hér er tala, en ekki hér. Það er ekki andilegt. Sko, búið að hreinsa spjöldin? Ég held það, sko. Sama í vinning? Það sama í vinning, við erum ennþá að spila upp á Dinosaur Tea Party. Okidoki. Og það er svo skemmtilegt spil. Hurðaskellir, þetta eru risaðilur með kakó og kökur. Þetta gæti ekki verið jólalegra. Að segja þér. Hvað? Það er komin fyrst að tala. Komin fyrst að tala. Á ég að tala? Já, þú ert að tala. N38. N38. Nærbuxur 38. Nærbuxur? Það var alltaf myndið. Jæja, nærbuxur 38 í virðulega bingóinu. Herðu, heldur ekki að náttföt 34 hafi verið að koma? Ég held það. Ég held að náttföt 34 hafi verið að koma. N34 var að bætast við. Það er, við bíðum spennt eftir hvað N segir. N er komið með 3. tölu. Nú? Já. Það er N42. N42. En, nú þarf ég að hafa augun á símanum. Og þegar næsta tala gæti verið bingo. Er 4. tala. Vissirðu, hurðaskellir, að það eru fleiri en 1000 bingospjöld þarna úti að spila með okkur núna. Meira en 1000. Það er alveg meira en 1200. Ég get aldrei talið þetta. Nei, við erum í að hvað sjá? Hvað er með aðra tölu? Það getur verið bingo-talan, sko. N43. Þá verðum við að bíða spennt. Heyrðu, við verðum líka samt að kveðja á Hektor Örn og Gabriel Levi. Hæ! Kveðja! Hurðaskellir og skjóða! Það er verið að senda okkur skilaboð hérna í kommentalistanum. Þið megið alveg senda okkur þar líka. Líka, ef þið eru með einhverja spurningar eins og til dæmis bara Hurðaskellir, hvenær áttu eiginlega afmæli? Ég? Já. Ég átti afmæli einu sinni ári. Já, ég líka. Hvenær? Ég afmæli á Þorláksmessu. Já, til dæmis þá getið þið senda á spurningu ef þið vissuð það ekki okkur langaði að vita. Þá getið þið senda hana og við bara svörum ykkur. Herðu, það er komin. Var enginn með bingo? Það er komið bingo! Já. Guðmundur Bergur, spjald 441. Svo ánægði bingo á bjölluna, það er svo gaman. 441. Já. Það vantar 1. Hvar? Þarna. Nei! Þetta er ekki bingo sem er í kross. Þetta er rétt! Þetta er rétt! En það er ekki 1 í enninu. Nei, 1 er í B. Þetta er rétt! Guðmundur Bergur, þú er sko búinn að vinna þér inn Dinosaur Tea Party. Hurðaskellir, við verðum að eignast þetta spil. Ég veit það. Ég verð að spila þetta spil. Ég elska spil. Ég á örugglega 100 spil og það er ekki djók, sko. Og ég er sko með spil út um allt. Og ég spila þau öll. Og ef ég kom með leið á því, þá gef ég einhverjum öðrum það. Hvað segirðu? Já, og við ætlum að draga, við fengum hérna DJ Stúfur eitthvað að skipta sér af hérna, en hann kom með rosalega góða hugmynd. Hvað var hann að segja? Draga aukatölu. Drögum aukatölu, þannig ekki hreinsa spjaldið. Sjá, ef þið gerðu það óvart, þá eru tölunar hérna fyrir neðan. N39. Hvað ætli margir fái bingo núna, Hurðaskellir? Kannski 624. 624? Ok, kannski ekki svo margir, kannski 611. Ef við þyrftum að draga, hver myndi fá vinningin eiginlega, þá myndum við örugglega bara þurfa að draga marga spila. Sko. Má sjá, jú, þetta var komin 2 bingo. María Hólmfríður, spjald 909. 909. Já, og 909, má ég sjá. Leifum okkur að sjá. Jú, hún er með bingo. María Hólmfríður, þú ert búin að næla þér í Dinosaur Tea Party. Og Arnar Ingi Jónasson, hann er með spjald 159. 159. Já. Mér líður bara eins og ég sé orðin tölvunafræðingur. Er það? Já, ég er alltaf í tölvunafræðingur. Já, góð daginn. Má ég sjá. En var hann með bingo eða? Já. Þið 2, María Hólmfríður og Arnór Ingi eru búin að næla ykkur í skemmtilegt spil til að spila með fjölskyldunni yfir jólin. Þá ætlum við að fara og hreinsa spjaldið.
og við ætlum að spila röð G. Já. Það áfram Dinosaur Tea Party í velun. Við ætlum nefnilega að spila B-I-N-G-O upp á þetta spil, sko. Það eiga sko margir eftir að fá svona spil í velun og það verður svo gaman hjá okkur að spila þetta. Gerðist eitthvað skrítið? Ég tilbúinn þegar þið eru tilbúinn. Ég tilbúinn. Fyrsta tala Giljagaur 50. Giljagaur 50. Já. Giljagaur 50. Önnur talan Gáttaþefur 54. Gáttaþefur 54. Já. Næsta tala Gott í skóinn 55. Gott í skóinn 55. Já. Næsta tala Gott í gogginn 60. Gott í gogginn 60. Já. Hvað erum við komið margar? 4. Já. Þannig næsti gæti verið bingo. Við komum sko með 50, 54, 55 og 60. Þannig að næsta tala gæti orðið það gæti verið bingo. Bingo. Skellum henni inn. Má sjá. Nú ytti ég bara hérna. Hún er komin. Ég ytti bara þarna og hún bara... Hvað er hún? Hún Gott í gogginn aftur 59. 59! Þá bíðum við spennt eftir bingo. Heyrðu, veistu að það eru margir fleiri sem vilja fá kveðju líka. Það til dæmis Jón Benedikt og Dagur Breki. Þeir eru að bíða spenntir eftir kveðju. Hæ! Halló. Gaman að sjá. Ég er líka mjög spennt að senda ykkur kveðju. Og hæ Vigdís. Segðu hæ Vigdís. Hæ Vigdís. Og svo líka Elín og Harpa. Já. Halló Elín og Harpa. Herðu, gaman að sjá ykkur. Það er enginn með bingo. Þá verð ég að íta á næsta sko. Og Ylva og Karen bíða líka spenntar eftir kveðju. Hæ! Ylva og Karen! Það er svo margir að fylgjast með sem ég þekki sko. Það eru mjög margir og sem ég er að kynnast núna líka í fyrsta skipti sko. Það er komið næsta G-tala. Já. Hvað með hana? Hún G49. G49. Já. Eru það skellir? Nú mjög. Ísabella Diljá biður að heilsa þér. Já, takk Ísabella Diljá, takk fyrir. Ég beð heilsa móti, ég bara við góða heilsu. Og Anna Lóa og Arnór eru líka eru hérna byrja að heilsa sko. Það brjálað að segja sko, þetta sé mjög skemmtilegt bingo. Takk fyrir. Heyrðu, það er komið bingo. Hvar? Það er komið bingo. Hvar? Það er í símanum, þau eru heima með bingo sko. Já, þú stressar mig svo sko. Guðmundur Sævin, spjald 423. 423, ég er bara stimlega neð sko. 423. Það er rétt. Það er rétt. Guðmundur Sævin, þú ert búinn að vinna þér inn þetta glæsilega Dinosaur Tea Party. Veistu að það er rosalega erfitt að opna ekki spila og byrja bara að spila. Nú voru gert stutt hlé. Nei, bara gríni. Myndum ekki að opna það sko, þetta var bara svo spennandi. Má ég nú sjá, ég ætla að hvort að fleiri sem er bingo. Það eru fleiri með bingo! Sofía María, hvað númer er hún? Hún er með 1062. 1062. 1062. Sofía María. Við skoðum spjaldið hennar. Það er rétt! Það er rétt. Sofía María, þú ert líka komin með bingo, með Dinosaur Tea Party. Það eru bara allir að fara að spila þetta spil. Já, þetta er æðislegt. Mér líst rosalega Eru fleiri með bingo? Eru fleiri með bingo? Heyrðu, við skulum draga aukatölu. Verður það getur? Við eigum nefnilega tvö svona Dinosaur Tea Party spil, sko. Herðu, hvað... Og aukavinninga. Stúfur, hvað var síðast að tala? Já, byrju, ég held ég komið með þetta, maður sjá. Ef að þið voruð óvart búin að hreinsa spjaldið, ég sé líka spurningar það, þá eru allar tölurnar hérna niðri, þannig að ég geti snöggvast sett þær aftur inn. Það er komið! Er það komið? Jú. Þannig við skulum bara gefa þeim tækifæri á að bara ekki hreinsa spjaldið fyrir en við segjum hreinsa spjaldið, þannig að núna kemur aukatala fyrir möguleika á fleirum að vinna vinning. Sem G58. G58, ég býð spennt hérna, sko. Þetta er bara óstressandi fyrir mig, sko. Ég er bara alveg... Heyrðu, við gerum bara kveðjur á meðan. Ertu tilbúin? Já, við Við erum að segja hæ Ingólfur Safn og Lear Safni og Ísar Levi hæ og Laufey Anna og Kristín Fríða og takk Benedikt fyrir að segja geggja bingo, við erum á rosa ánægð með þetta bingo sko og Styrmir Búi og Númir Safn og Pétur Stakkaður, bara
takk fyrir að skila okkur jólakveði, við skilum jólakveði til ykkar líka. Elisabeth Rós segir hæ og hún biður að heilsa Hörpu Rós vinkonu sinni sem örugglega líka að spila þetta bingo. Annars hún kannski bara að biðja að skila, kannski þegar þú ert að gefa mér skóinn eitthvað, bara banka á gluggann og segja hæ, heyrðu, Ísabella byrja að heilsa, nei, Elisabeth byrja að heilsa minni. Nei, ég bara grín. Komið bingo? Það komið, holy moly, það komið mörg bingo. Hvað komið mörg eiginlega? Það komið 1, 2, 3, 4, 5, 6. Megum við fá 6 bjöllur? 6 bjöllur. Heyrðu, við byrjum á spjaldi 582. 582, við fyrir beint í það og koma að sjá, það er, já, bingo! Já, Næsta. við fyrir í spjald 693. 693, maður sjá, já, bingo! Og við setjum á spjald 661. 661. Herðu, þessa með bongo. Hæ? Nei, hann er bingo. Þetta var fyndið. Og við ætlum að fara í spjald 1078. 1078. Bingo! Og þá erum við með fleiri 235. 235. Bingo! Og spjald 200. Bingo! Nú vandast málið, hurðaskiptir. Hvað? Fyrsta skipti sem við drögum í þessu bingo í dag. Við erum nefnilega með Hrannar Már Ómarsson. Já. Til hamingju, þú ert búinn að fá bingo. Jón Ingi Ontiveros. Til hamingju, þú ert búinn að fá bingo. Já. Markin Janiak. Til hamingju, þú ert búinn að fá bingo. Pétur Örn Guðmundsson. Til hamingju, þú ert búinn að fá bingo. Birkir Ásgeirsson. Til hamingju, þú ert búinn að fá bingo. Og Benny Castró. Til hamingju, þú ert búinn að fá bingo. Og við erum að draga 2 af þessum 6 sem fá Dinosaur Tea Party. Og hinir 4 fá sko ekki lélega minning sko. Þeir fá ótrúlega spil sem við hurðaskellir erum sko að spila í jóladagatalinn okkar og með gríl og leppalúða þar sem við erum bara manstu þarna, taco, köttur, gei, dostur, pizza og ég var svo sving að hugsa þetta sko. En ég var að draga fyrir þá. Já. Við þurfum sko að halda vel utan þetta sko. Ég ætla að passa að sé engin annar búinn að senda SMS í með 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hrannar, ég fæ hérna, dreg hérna, fer inn í bunkan og dreg 6. 6. Hrannar fær 6. Hrannar, þú ert komið með 6. Ekki örvænta, það er fullt af spilum undir. Heyrðu, verðum að ákveða hvort að ásinn sé hæstur eða lægstur. Lægstur, ásinn er 1. Þá er það í jólunni. Nei, byrju, ég er svo spennt. Ég er alveg svona. Ok, draðu núna. Hann er þristur. Þristur. Hrannar með 6, Jón Ingi með 3. Markin? 1, 2 og... Tvistur! Þetta er svakalega spennandi, ég hef aldrei verið í svona spennandi úrdrætti. Næst er það... Næst er það Pétur Örn Guðmundsson. 1, 2 og... 5! 5! Hvað er að frétta sko? Birkir Ásgeirsson. 1, 2 og... Kóngur! Kóngur! Örugglega búinn að vinna sér inn Dinosaur Tea Party. Einn eftir. Einn eftir. Benny Castró. 1, 2 og... Jóker. Hæ? Jóker? Jók. Fjarki. Fjarki! Bittu nú við, nú vandast málin. Ég get tilkynnt núna. Þið eru kannski búin að reikna þetta út. En Birkir Ásgeirsson hefur unnið Dinosaur Tea Party og Hrannar Már með 6 vann líka Dinosaur Tea Party. Þetta var svo spennandi. Og þið hinir hafi fengið taco, köttur, geit, ostur, pizza. Mjög skemmtilegt spil. Ég ætla að minna á að vinningana er hægt að vitja til mín. Það er að hitta mig bara á morgun upp í raðvinnarsambandi hann upp á Höfða og bara sækja og ég bara rétti bara hei, góðan daginn, já, ert þú Hrannar? Já, ég er bara með pakkaðinn hérna og það er að sækja milli 4 og 5 á morgun. Þið sem að eigið erfiðara með að sækja eru kannski lengra í burtu eða út á landi. Þið bara sendið á georg@ravís.is bara heyrðu, ég þarf eiginlega að fá minn pakka, senda hann heim. Hér er heimilisfangið mitt. Og þá bara kemur Georg, bakkar hann pakkanum, sendir það til ykkur, bara beint upp á dyrum. Að gera senda honum póst sem fyrst ef maður ætlar að reyna að ná því fyrir jól sko. Sko, núna er ég búinn að vera svolítið hérna í tölvunni. Já. Og veistu hvað? Hvað? Ég er tilbúinn í Ó. Ertu tilbúinn í Ó? Ég er til í Ó líka. Hreinsa spjaldið, allir að hreinsa spjaldið. Sjáðu, ég er alveg, nú er ég bara eins og fossetinn. Ég sé það.
eða Englandsdrottning. Þú ert alveg eins og Englandsdrottning. Herðu, Já. hún er með hana korona. Hæ? Já, þarna pattan sem er út allan heim. Já. Já, hún er skýrið höfuðið á hana korónana sem hún er með. Á kórum? Nei, ég held að það sé ekki rétt. Herðu! Það væri nú fyndið að það væri bara eitthvað að ganga, allir væri að breytast í prinsa og prinsessur og fá kórónur. Hvað er með? Ég er með kóróna. Herðu, það er komið Það er komið Má sjá. Ég er að passa að allir vinningar séu rétt settir inn. Við spilum 68. Og 68. 68. Þú rugglaði mig alveg í ríminu. Ég hugsaði bara, hurðaskellir eitthvað, ég hugsaði hvað er að gerast. 68 og 68. Þá er komið að næstu tölu og það er Opposí. Opposí? Já, Opposí 74. Opposí 74. Opposí 74, ég er að setja allt hérna, gera allt tilbúið til að taka á móti næstu bingotölum, sko. Omeletta 71. Omeletta 71? Já. Ég er ánægð með það, sko. Ormur 66. Ormur 66. Næsta tala. Hún getur gefið bingo. Það komið að því. Kannski er einhver hérna heima núna sem er bara eina tölu eftir og er að óska sér að óskatalan sé óskatala 69. Óskatala 69! Heyrðu, á meðan við gefum fólki tækifæri að senda okkur SMS að því ef einhver er komið með, þá ætlum við að biðja að heilsa Einari Andra og Díönu, Amundu, Patreki og Viktor. Og svo er Viktor Aðalsteinn til í kveðju og biður að heilsa okkur og Ronja og Kría biður að heilsa og Mattías, Ásdís og Vigdís. Það er svo margir vinir okkar að horfa. Og Úlfhildur og Tóa og Ísabella, Gabriela, Aldís og Ísgerður og Elmar Leo og... Heyrðu, vissirðu að Elmar var 4 ára í gær? Til hamingju með afmælið! Á ég að segja þér, Elmar, ég kann að syngja þér afmælissönginn eins svo ótrúlega hratt. Ertu tilbúin? Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag. Sko það er flott. Og ég er líka afmæli í dag. Já, það var mjög flott. Tveir afmælissönglar. Já. Og Sóley sendir kveðju og segir að það sé sko geggjað bingo. Bong, ding, gong, bingo, bongo, bingo, bongo, bingo, Við hurðaskellir, við erum alltaf að bralla eitthvað. Við erum alltaf eitthvað kannski að bralla núna að taka eina tölu. Já, ég bara glemma að vera með bingo, ég held að vera bara brallar núna. Herru, bara sjá. Ég fór bara einu í annað, ég gera það stundum, sko. Sko, næsta tala, hún er alveg stór skemmtileg, hún er 65. Mér er nefnilega stundum að bralla eitthvað. Stundum erum við í jóladagatalun okkar sem heitir sko jóladagatal, hurðaskellis og skjóður. Sem er sko á YouTube. Það er á YouTube, það er hægt að subscribe. Já, þá bara, hei, þetta eru þau. Þetta eru þau. Og ég bara, hæ. Heyrðu, vissu að við erum búin að búa til meir en 150 ókeypis sjónvarpsþætti. Já, og það er yfir 1 milljón manns búin að horfa á. Já, og við erum búin að, og þeir eru allir á YouTube og við erum á hverjum degi fram á jólum og við erum að föndra og baka. Það komið bingo, það komið bingo, það komið bingo. Hæ? Já, það komið bingo. Maður sjá. Þetta var bingofjallan. Þetta er hún Bjartmey með spjald 135. Ég stempla það bara hérna inn í tölvuna því ég er tölvusérfræðingurinn. Hvað númer sagðirðu? 135. Það er nú ekkert mál. Það er maður bara 1, 3 og... Sagðirðu 5? Já, 1, 3, 5. Já, það er miklu auðveldara því þá var það ekki hjörur. Þá er það... Já, hún er með bingo! Eða hann, hvað var það? Þetta er hún Bjartmey með bingo. En eigum við að draga aukatölu núna líka, til gamans? Já, ef þú vilt stressa mig meira upp, þá gerum við það, sko. Ég vil alls stressa þig. Ég er tilbúin í það. Bú! Stressaði þetta þig upp. Þá kemur hún hérna. Það er 75. Óskatalan 75. Óskatala þjóðarinnar. Ætli að fáið fleiri bingo. Heyrðu, ég var að byrja að heilsa á meðan við leyfum fólki að senda okkur SMS. Hérna, Sóley sendir kveðju og segir þetta er geggja bingo. Geggjað. Og Dóra María vill fá kveðju hæ og Hulda sendir kveðju til skjóðu og hurðaskellis og Styrmir Búi vill fá jólakveðju til mömmu sinnar sem er að gera jólarhreingerningu númer 10.
Heldur hún sé alltaf að syngja hérna jólasveina ganga gólf og alltaf bara skúra, heldur hún sé alltaf að skúra gólfið? Er mammans kannski búin að setja könnu upp á stól? Það er mjög mikilvægt fyrir jólin. Heyrðu, það er komin bingo! Heyrðu, það er komin 5 bingo, sko. Við þurfum að draga. Ég tölur sérfræðingur. Ertu tilbúin? 347. 347. Já. Leð mér að sjá. Já, það er rétt! Bingo! Bingo, Fanney Erla er komin með bingo. Einar Ólafsson, spjald nummer 6. Spjald nummer 6. Bingo! Einar komin með bingo. Hólmfríður Aðvarsdóttir, 538. 538. Bingo! Og Kristinn Óskarsson, 827. 827. Bingo! Og Vigdís Anna, 1225. 1225. Bingo! Frábært. Og Þórdís Bergmunds með 1358. 1358. Ó nei, ég ítti á okkur að vitsu. 1358. Svona, hvað gerist? Bingo! Þetta eru sko 6 með bingo. Þá verðum við að draga, sko. Ok. Það eru sko 6 með bingo. Já. Og 2 fá Dinosaur Tea Party og hinnar fá Taco, Köttur, Gate, Ostur, Pizza. Ok. Og allir spil. Allir sem fá bingo. Fyrsta nafn. Besta. Fanney Erla. Já, hún fær spjald hérna sem heitir Fjarki. Fjarki. Þú ert búin að fá 4. Næst er Einar Ólafsson. fær drottningu. Wow, við byrjum hátt. Drottning, Hólmfríður Aðvarsdóttir. Fær Fjarki. Fjarki. Kristinn Óskarsson. Fær Þrist. Þrist. Vá, þetta er alveg magnað. Vigdís Anna. 8. 8. Og Þórdís Bergmunds. Fjarki. Fjarki. Til hamingju, Vigdís Anna og Einar Ólafsson hafa tryggt sér Dinosaur Tea Party. Og þið öll hin sem fenguð bingo fáið sko Taco, Köttur, Gate, Ostur, Pizza sem er mjög skemmtilegt spil. Mér er svo gaman að sé allir að fá vinninga. Mér finnst það líka. Mér finnst líka gaman að allir séu að fá sko svona spilavinninga. En hurðaskellir? Já. Sko, núna erum við búin að spila B-E-N-G-O. En aðal er eftir. En ég held að það er eftir að stressa okkur svo mikið að við ættum bara að standa þessu upp og syngja eitt lag saman. Ég til, já. Talandi jólasveina ganga gólf, sko. Standið öllu upp. Ég ætla að færa hérna vinningana svo ekkert ruglist. Og hérna standið öllu upp og við ætlum að syngja saman jólasveinar ganga gólf. Og þið verður öll að ganga gólf, sko. Já. Veistu hvernig jólasveinar ganga? Hvernig ganga þeir? Svona. Já. En veistu hvernig ég, sko, því ég nefnilega út af þáttunum okkar á YouTube, Já. Þá er ég orðinn svo frægur. Já. Að ég er búinn að æfa mig fyrir rauðdreigilinn og ég labba svona. Úlala. Svo kík ég svona bak við öxlina að taka mynd að það halda svo margir að ég sé Angelina Jólin. Það er fyndið. Stúfur, við skulum mynda á jólasveinar ganga gólf. Já. Það verður gott að hrista sig aðeins til. Og aðeins áður en við förum í sko einbeitinguna með stóra spjaldi sko. Jólasveinar ganga gólf með gildan staf í hendi. Móðir þeirra sópar gólf og flengir þá með vendi. Og svo upp á stól stendur mín kanna. 9 nóttum fyrir jól það henn ég til manna. Upp á stól stendur mín kanna. 9 nóttum fyrir jól það henn ég til manna. Eru tilbúin aftur? Nú skulið taka fullorðna fólki sem var kannski ekki að dansa með bara líka. Láta þau standa upp. Sko þó þið sjáu þau, okkur þá sjáu ykkur ekki sko. Jólasveinar ganga gólf með gildan staf í hendi. Móðir þeirra sópar gólf og flengir þá með vendi. Og svo upp á stól stendur mín kanna. 9 nóttum fyrir jól það kenn ég til manna. Upp á stól stendur mín kanna. 9 nóttum Fyrir jól það kenn ég til manna. Þetta var skemmtilegt. Að segja, sko, sumir segja gildanstað og sumir segja gildanstað. Nú ertu að rugla mig alveg í ríminu. Hvað er það rétt? Það er bæði rétt, ég googlaði það.
Júketana, allir voru að syngja rétt. Frábært. En hvað er að spila núna? Nú ætlum við að spila allt spjaldið. Nú þurfum við að hreinsa. Við ætlum að spila allt spjaldið. Í aðalvinning fyrir fyrstu, þessar 3 sem að vinna bingo, því að ég er alveg vissum að verði akkurat 3. Ég bara grín, ég veit ekkert hvað verður margir. En ef það verða 3, þá fá þeir allir svona. Þeir sem að við drögum auðvitað eru fleiri en 3. Og allir hinnir fá aukavinningin taco, köttur, geitostur, pizza. Þetta er mjög spennandi. Þannig að 150 gæti unnið, eða 3000. Kannski ekki 3000, þetta er ekki 3000. 3594. Sem myndi vinna spil. Já. Við erum bara í allan dag að skrifa niður nöfnin og draga. Ég til þetta. Við myndum bara henda til spilunum við loft að hrópa húrra. Byrjum bara! Byrjum bara! Allt spjaldið! Fyrsta tala. Fyrsta tala. Er. Nú er að fylgjast með. Allt spjaldið. Allt spjaldið verður að vera fullt til að fá bingo. Senda SMS. B1. 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 Næsta tala er O67. O67. Næsta tala er G54. G54. Næsta tala er O63. O63. Næsta tala er N36. Nútíma jólasveinn 36. Aha, það er skemmtilegt. Næsta tala er O73. O73. Og síðan kemur B13. 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 Þetta er æsi spennandi sem það skellir. Það er rosa gaman að spila svona allt spjaldið. G58. Gáttaþefur 58. Núna fáum við næst á dagskrá B15. B15. Bongo blíða 15. Bongo blíða 15. Manstu þegar maður Tenerife? Ég man það. Hjá frænd okkar. Hjá frænd okkar. Maður sjá, þá er það I27. I27. I. En hvað heitir eftir frænd okkar á Tenerife? Hann er frænd okkar á Tenerife. Já. Nei, meina, hvað heitir hann? Hann heitir það, frænd okkar á Tenerife. Já. Já. Svo er það N42. N42. Nýbakar smákökur 42. Ég sjátti mjög og vinnibakar nýju. Þá er það G57 sem gæti verið mamma. Grýla 57. Heyrðu, ég veit. Er komið bingo? Nei, það gæti ekki verið komið bingo. Það þurfa að vera komin 5 tölur, 5 tölur, 4 tölur, 5 tölur, 5 tölur til að einhver gæti verið. Já, auðvitað. Þannig að það er langt í að við skulum bara dundra í það fleiri tölum og fara síðan yfir tölurnar á eftir. G47. G47. Grímur 47, svona eins og grímur í grímurskyldu. Já! Þá er það N39, nóttin 39. Nóttin 39. Má ég sjá. B2 eða bóla. Bóla systur okkar, Já. 2. Bóla 2. Við eigum sko fleiri en 100 systkini við hurðaskellir. 13 systkina minna eru sko jólasveinar, 12 hans hurðaskellir, þannig hann er jólasveit sko. En við eigum fleiri en 100 önnur systkini. Og þú ert systir mín. Veitu okkur að hún er systir mín? Af því ég er bróðir hennar, annars var það ekki hægt. Já. Maður sjá, þá er það næst að tala. O65. O65. Ostur. Ostur 65. Ég get alveg borðað 65 ostsneiðar. Þú færi létt með það. Ég færi létt með það. G60. Gáttaþefur 60. Gáttaþefur 60. I25. Inniskór 25. Inniskór 25. Meira. B4. Bjóknakrækir 4. Bjóknakrækir 4. Þetta er æsi spennandi. O72. Óskarsgrín 72. Óskarsgrín 72.
N37. En ertu með 37? Negull. Negull 37. Negull Þetta er 37. allt gott, sko. Má sjá, núna... N34. N34. Nú gætu spjöldin verið að fara að fyllast aldrei, en það er ekki komið nóg mikið til þess að sé komið bingo, sko. Nei. Þannig við getum bara haldið áfram. Já, Bara. það Svo getum við farið yfir alla tölurnar þegar alveg að detta í það. Ég er tilbúin í það, 1 fyrir að bóm. 20. Varst þú með Illgresi. 20? Illgresi 20. Illgresi 20. Þetta er mjög spennandi. G55. G55. Gríladansar 55. Gríladansar 55. 55. B10. Hurðaskellir, ég fekk 10 bólur. Er nokkuð komið bingo? Nei, það er ekki hægt að koma bingo því að vantar ennþá tölur upp á. Já, sérðu, þú ert nefnilega bingo stjórnandi. Ég er alveg sko svaka með þetta á hreinu og svo er ég að bíða hérna með kveðjur og ég er að bíða hérna... 16. 16. Það getur samt ekki verið komið bingo ennþá, en Nei. það getur einhver verið með eina tölu eftir. Það getur mögulega, hugsanlega mögulega. Ég íti bara aftur. Já. Og 70. Og 70. Og 70. Eittum við kannski að fara aðeins yfir tölurnar. Horfum aðeins að spjálta okkar, horfum bara á röð B. Í B erum við komið 1, 2, 4, 10, 13 og 15. Í röð E erum við komið með 16, 20, 25 og 27. Í röð N erum við komið með 34, 36, 37, 39 og 42. Í röð G erum við komið með 47, 54, 55, 57, 58 og 60. Og í röð O erum við með 63, 65, 67, 70, 72 og 73. Svo sérstu það líka hérna niðri. Á Það sjást skjánum. allar tölurnar, Nú sko. gæti fara að detta í bingo, sko. Bara höldum áfram. Hér kemur hún. Það er B6. 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 Og áfram. Ég er svo spennt. Og 71. Og 71. Áfram. Það vantar nefnilega ennþá, sko. Og 62. Og 62. N33. N33. Ég er alveg á floti, Sko, þegar við fáum mína ítölu í viðbót, ætla ég að lesa kveðjurnar, sko, sem eru komnar og eitthvað þannig. En bara, þú veist, þannig að gefum fólki tækifæri að því kannski eru einhverju komnar. Og 66. Og 66. Að því getur enginn verið komið með bingo. Það eru bara 4 tölur komnar í það þarf 5, sko. B7. B7. Kannski verða margir með bingo. N43. N43. Ég er mjög spennt. Nú gæti einhver fengið bingo. E19. E19. Að meðan við gefum fólki... Það er komið bingo. Strax. Já, athugum það. Spjald 1370. Má sjá. Þetta er hann sko Þór Viðar Jónsson. 137. 1370. 137-0. Ég er mjög spennt yfir þessu, sko. Það var ekki alveg komið bingo, sko. Maður þarf að hafa allt spjaldið. Þannig að það þarf að vera allt spjaldið. Það vantar alltaf margar tölur. En þetta var bara mjög flott, mjög flott. Það er líka gaman að senda SMS. Hérna... Var komið 19? Nei, já, það var komið 19. Já, það var ennið. Íð, menna ég. I19 var komið, sko. Svo kom eina tölu og svo lesum við kveðjur. Eða er enginn komið inn með bingo. Og 74. Og 74. Og 74. Heyrðu, Harpa Rós sendir Elisabeth Rós vinkonum sinni jólakveðju. Voru ekki sendast þau bara fram og tilbaka. Bjartmey Ír er til í kveðju frá okkur. Hæ! Hæ! Andri Gísli biður að heilsa. Góðan daginn, hvað? Benni, til hamingju með afmælið á morgun. Til hamingju afmæli á morgun. Hann á afmæli á morgun. Þetta var flott. Og Snæbjörn biður að heilsa. Baldur og Guðný senda kveðju til ömmu Guðnýjar, sem er kannski að horfa annars staðar á landinu eitthvað. Nóel og Teddy, hæ.
Ísabel Náttsól og Nikulás Máni biðja að heilsa. Takk fyrir, biðja að heilsa ykkur líka. Takk fyrir. Afi Palli var líka mjög til í eina kveðju. Hæ, Afi Palli. Afi Palli. Og Ingunn amma má sko sannarlega fá jólakveðju líka. Ég gaf henni eins í skóinn. Prinsess mjög spennt að fá kveðju. Það eru komin bingo. Ég segja það. Elín, Sigrún, Freydís, Sindri og Andri að horfa bingo með og afa og Kristján biður að heilsa kveðja Jónas. Og sjá, ég ætla að merkja við hvert ég er komin hérna í kveðjanum sko. Heyrðu, Úrsula komin með bingo. Spjald 330. Nei, því miður. Ertu búin að tjekka 330? Já. Já, því miður. Það var að fá alla tölurnar. Það er allt spjaldið, það er ekki nóg að vera bara með B. Heldur bara allt spjaldið. Og næsta tala er komin. Er næsta tala komin í hús? Já, hún er G50. G50. Amma Fríða fékk bingo áðan, held ég. Og getið þið sagt Leifi Þróttur? Já, við getum alveg sagt það. Við getum sagt ýmislegt. En við segjum samt alltaf ef við erum að halda með einhverju liði eða eitthvað. Þá segjum við bara áfram Ísland! Og við höldum sko alltaf með Íslandi. Algjörlega sko. G50 var jákomið og ekki. Þá förum við í næstu tölu. Já, og hérna jólakveðjur koma frá Ríkey Önnu. Já, hvað er með næstu tölu fyrir því? Ég er hans að gleyma mér. Og 69. Og 69. Og 69. Núna gæti eitthvað sko verið að koma með bingo sko. Hérna er kveðja frá Emmurós og Logi Þór á afmæli á þriðjudaginn. Til hamingju með afmæli á Kjalar Þór vill fá kveðju og þriðjudaginn. Atli og Íris bíða spennt eftir kveðju og Jón Valur biður að heilsa og Styrmir. Þetta er jólakveðið til þín. Heyrðu, drögum fleiri. Það er enginn búinn að senda bingo. Núna þarf ég sko að einbeita mér að þessu. G59. G59. Já. Gluggagægir 59. Já. Heldur sé komið bingo. Hurðarskettir. Já. Ég er svona einbeitt að fylgjast með hvort það sé komið bingo. Þú ert alveg við síman. Það geti ekki verið að senda. Já, ítt á næstu tölu. I17. I17. Veistu, ég er vissum að það er einhverjir sem eiga bara eina tölu eftir eða eitthvað. Ég er bara svo stressaður, sko. Ég íti bara næstu tölu. Já, íti bara eina tölu viðbót. Það er einn sem ég get gert svo gott og stressað að íti næstu tölu, sko. Svo er ég með rosalega fréttir. N45. N45. Ef þið eru komið með bingo, þið eru komið með allt spjaldið fullt, þá ætlum ég að senda okkur SMS í númerið í horninu og senda okkur nafn og spjaldnúmer. En á ég segja, Ingunn, hún er 10 ára í dag. Ingunn? Já. Eittrá. Hún afmæli í dag, hún afmæli í dag, hún afmæli í dag, þetta var mikið málið. Og hérna, og Styrmir hann á afmæli á sunnudeginum í næstu viku. Það er alltaf að gerast, það er fullt af fólk sem afmæli. Það er fullt af fólki bara, ég ætla bara að segja við alla bara gleðileg jól við alla, gleðilega páska, gleðileg sumar, gamla afmælið. Hvað er með aðra kveðju? Nei, ég meina aðra tölu. I18. I18. Þetta sástu mig. Stundum þegar ég tala svona mikið og ég er svona spennt, þá ger ég bara Mér finnst það svolítið fyndið, sko. Mér finnst það líka fyndið. Er komið bingo nokkuð? Þetta er að horfa á símann? Ég er að horfa á símann, það er ekki komið neitt bingo, sko. Ok, ég íti á og það er G49. G49. Núna hlýtur að vera komið bingo. Ég er alveg kjör. Er komið bingo? Ég íti aftur. Allt spjaldið. G49. G46. Og G46. G46. Ég er tilbúinn. Ég held áfram. 1, 2 og bám. N38. Ég fylgist vel með símanum. Núna gæti sko einhver vel verið komið með bingo, sko. Á kannski einhver eina tölu eftir. B3. Bingo 3. Passaði við, sko. Má sjá, íta aftur. Ég stari bara á síman, ég hugsa bara N41. N41. Núna verðum við að gefa þeim smá tíma til þess að fara yfir og athugað hvort þessu komið með. N41. Ég bíð hérna spennt. Er einhver með eina? Ásta Lilja og Sigmar skila jólakveðju til allra 100 systkinum okkar. Við verðum að segja hann að öllum eru komið heim. Það er eins gott að mamma sé með matarboð í kvöld. Það er reyndar skipt niður út af samkomubanni, sko. En við erum svo mörg systkinin, sko. Búum reyndar næstu öll í Grýluvelli. Hvað segirðu? Ég segi, við búum næstu öll í Grýluvelli samt. Og 61. Og 61. Og 61. Og 61.
Ég rosalega spennt, sko. Og ertu að stara á síman? Ég er að stara og ég stara og hann alveg bara hér. Ég og síminn erum bara í störukeppni. Ég er alveg skjálfhentur, sko, stressar. Og ég íti á næstu tölu I23. Já, það róaði mig niður. I23, ég er alveg... Hún þessi tala, sko, I23, hún svona namast. Ég er núna bara að hugsa ilmandi smákökur. 23 ár ilmandi smákökur. Herðu, þá verður ítar á næsta maður, ítar á næsta tölu og það B12. B12. Hurðaskellir. Leið og við köllum bingo. Það er konar svo marga tölur. Leið og einhver kallar bingo, þá hugsa ég að verði bara svona 15 með bingo eða eitthvað. Kannski 15. Kannski 5, kannski 1. Ok, ég var bara vona að fá bara fullt af fólki bingo. Má sjá, 1, 2 og... N35! N35! Þetta var svona... Ég þarf bara að hrista mig, sko. Ég ætla að rappa. Ég ætla að rappa. Það er rappa? Já. Hann er að bresta í rappan, hurðaskellir. J-O-L-A, já það er jóla, fíla ekki vonda krakka, fíla bara góða. Jólasveinninn er okkar, já hann er okkar, jólasveinninn er okkar, já hann er okkar. Og næsta tala I29. I29, var það happatalan þín? Er það eina talan sem þú ert að bíða eftir? Ég veit ekki. I29. Ég hef bara strax í næstu, Það er nokkuð komið bingo, Er ekki komið bingo. Þá er það N40. N40? Það eru næstu allar N-tölunar komnar, sko. Næstu allar N og O. Er komið bingo í síman? Það er ekki komið bingo í síman. Já, þá bara ít, já. En kannski, þú veist... Halló? B14. B14. Heldurðu að hafa nokkuð gefist upp og farið bara heim? Nei. Slökktu á tölvunni? Nei, ég er bara að grínast, þetta er æsi spennandi. Ég er bara mjög spennt, tökum eina í viðbót. I22. I22. Ilmandi pipakökur, 22. Beint úr ofninum. Handa þér jólin. Heyrðu, hurðaskellir. Ég er að hugsa að koma öllum á óvart núna. Já. Ég er að hugsa að gefa ykkur öllum frá mér og hurðaskelli gjöf. Alla leið heim. Allir fá þennan bingovinning. Við ætlum að gefa ykkur ókeypis göngutúr í dag. Þið getur bara farið út, farið í hlífötin og farið í göngutúr. Til hamingju því að við öll unnið ókeypis göngutúr. Munið bara hafa endurskinsmerkin. Alltaf, sérstaklega orðið dimmt. Líka samt á daginn að mjög sniðt af því að það vetur og þá svolítið dimmt. Tökum eini viðbót. Já, maður sjá, við ég þarf að skoða þarna. Hvort það var ekki, þessi tala var ekki komin. Ég er orðin svolítið, þetta er orðin svo marga tölur, sko. Jú, hún er komin. Það var síðasta tala. Þá íti ég bara hér. Bum. Og 64. Og 64. Þetta fer nú alveg að koma, Ég held það. 24 óverið. Kannski var einhver bara... Wow, 64! Kannski er einhver hoppandi og hann er svo spennt. Já, það komið bingo! Var einhver svo spenntur að hann skrifaði bara bingo? Ég er ekki með neitt. Það var að senda sko nafn og númer á spjaldinu, sko. Hæ? Já, skrifaði bara bingo. Hann er að skrifa nafn og númer á spjaldinu svo við getum aðtúað, sko. Heyrðu, hurðaskellir, gerum eina gátu á meðan. Já. Athugum hvort þetta sé bingo og hvort eitthvað sé að klára að skrifa. Já. Hérna, gerum eina bara gátu. Kæru gestir og landsmenn allt land. Hvað er hurðaskellir að leika akkurat núna? Jólasveinn! Hann er að leika Jólasveinn! Nei, þetta er hlutur. Jólasveinastýttu! Nei, þetta er alveg eins og ég. Skýrgámur! Nei, þetta er hlutur. Jólatré! Nei, það er sagði ykkur það. Jú, ís, þú ert að leika ís! Nei, ég er að leika danska fánan. Já, þetta er alveg eins og danski fáninn. Ef þú myndið flagga mér, það var ekkert eitthvað, hæ, hurðaskellir. Það er bara eitthvað, ég elska Oxidæ. Herru, En ef næsta þetta var tala. einhver með bingo, þá vantar okkur sko númerið á spjaldinu og nafn til þess að geta haldið áfram. Við ætlum allavega að taka aðra tölu. Var þessi komin? Já, hún var komin. Það fyrir bara hérna í I26. I26. Nú hlýtur einhver að koma með bingo. Engin. Ekkert þetta. Klárum bara alla tölunar, það fá allir bingo. Nei, tjók, ég var að grínast. N32.
Hvað með 32? En 32. Nú verðum við að bíða ánglegt, við getum sendt okkur SMS, sko. Það verður gaman að labba, segja þið. Þau eru þakklátt fyrir labbugera? Labbi, já. Heldur betur. Ég ætla að vinda mér í næstu tölu. Og Svanhildur verður 26 ára á næsta ári. Til hamingju með afmæli á næsta ári. Já, mjög gott. B8. B8. Núna lítur einhver að koma með bingo. Ég alveg orðin bara svona. Ef ég væri í bingokúla og væri að snúast í vélinni, þá væri ég bara farin að fara svolítið margar hringir núna, sko. Hvar kúla værið þá? Ég væri S162. Í Singo? Já, eitthvað svoleiðis. Ég kemur næstu tölu, hvað segir, ekki bingo komið? Nei, ekkert bingo komið. Ok, það kemur hérna B9. B9. Já, B9. Nú lítur að vera að koma bingo. Minna, þetta eru 1200 okkar spjöld. Það lítur einhver að vera að koma með bingo. Má ég sjá. Næsta tala B11. B11. Það bara ein tala eftir í B. Það bara ein tala eftir í B. Já, hún rosalega einmanna. Og bara 2 í O. Já, það getur Kannski fólk að bíða eftir G. Kannski þeir bara vinir B og O. Og líka bara 2 eftir í N. Það komið bingo! Hvar? Það hérna í símanum. Það er 423. Já! Guðmundur Sævin kominn með bingo! Bravo! Til hamingju Guðmundur, þú fyrst bingo hér. Þú ert búinn að vinna fjölskyldu besserwisser. Ég ætla að skrifa hann bara strax niður. Skrifa hann bara strax niður, sko, svo þetta týnist ekki, svo maður alls ekki týnist. Já, aðalvinningur, sko, allt spjaldir. Heyrðu, það komið fleiri bingo! Hvað með töluna? Já, það er 661. 661. Við bara tekum á þessu. Hver er stemmarinn? Nei, það vantar 2 tölur. Það vantaði 68, 24 og 30. Já, það vantaði 3 tölur. Þannig að markinn því miður. Það er ekki bingo þarna. En það er líka spjald númer 90. Númer 90? Já. Það er bingo! Það er bingo! Bragi Þór Gíslason er búinn að vinna sér inn fjölskyldu besserwisser. Voru fleiri? Nei, það eru komin allir sem eru búin að senda SMS. Vá, hvað þetta er búið að vera skemmtilegt. Þetta er búið að vera rosalega skemmtilegt. Þetta er búið að vera langmest spennandi bingo sem ég hef spilað. Já, ég líka. Eiginlega, sko. Ég er eiginlega bara svona spennt. Ég er sko svona. Ég er alveg svona. Ég er bara algjörlega búinn á því. Til hamingju með alla þessa ótrúlega flottu vinninga. Þetta var eiginlega bara alveg ótrúlegt. Þetta var svo fallegt. Þetta var svo fallegt og þið stóðu ykkur svo vel og þetta var svo æsispennandi og það eru svo fáar tölur eftir, það er eiginlega bara ótrúlegt. Já. Þetta er eiginlega bara ótrúlegt. Þannig að eigum við ekki bara að skella í eitt jólalag og kveðja með einu jólalegu jólalagi? Jú, gera það bara. Við þurfum að hrista okkur aðeins eftir alla þessa spennu, sko. Þannig að standið upp. Við ætlum sko að dilla okkur og hrista okkur aðeins til. Eru þið tilbúin? Já. Við ætlum að taka jólalegasta lag sem ég þekki sem heitir Gekki yfir sjóinn. Nei, hún kannski ekki jólalegasta. Það er samt alltaf sungið kring jólatréð. Já, það er Það er eitt uppáhalds jólalagið mitt. Já, það er svo mörg jólaleg sem fjalla ekkert jólin. Adam átti syni sér, gekk yfir sjóaland, nú skal segja. En þetta er samt sungið á hverju ári. En mér langar að hafa það jólaleg. Við dansum líka kringum Einaberjarinn sem ekki til á Íslandi en danskur. Já. En þú veist, þetta er bara skemmtilegt, bara að hafa gaman að þessu. En er það skellir? Getum við ekki gert það jólaleg? Jú, ég get bara breytt í gekk ég yfir grjót og stein. Heyrðu, býttu! Það kom bingo! Var ekki bingo að búið? Mér sýnist bara fleiri verið að senda, það voru svo lengi að senda. Kannski voru SMS-in lengi á leiðinni, sko. Já. 1062. Nei, vantar 30. Sofía María, fyrirgeðu bara næstu því vantar töluna númer 30 og við erum komið með 744. Nei, vantar 3 tölur. Já, þá er þetta bara einhverju svona aðeins að prófa, sko, það er allt í lagi. Heyrðu, þá ætlum við, hvað sagðirðu, Gekk yfir grjót og stein og hitti þar einn jólasvein. Take it away, Stúfur. Ég til, já. Stöndum upp og förum bara í smá ferðalag til ævintýralanda.
Gekk ég yfir grjót og stein og hitti þar einn jólasvein. Sagði svo og spurði svo Hvar áttu heima? Ég á heima á Klapplandi, Klapplandi, Klapplandi. Ég á heima á Klapplandi, Klapplandinu. Hörðu, næsta land alveg glænýtt. Nú? Það heitir Skellandi eins og ég hurða Skellandi. Gekk ég yfir grjót og stein og hitti þar einn jólasvein. Sagði svo og spurði svo hvar áttu heima? Ég á heima á Skellandi, Skellandi, Skellandi. Ég á heima á Skellandi, Skellandinu góða. Þetta var skemmt. Já. Getum við farið til Málands? Já. Gekk ég yfir grjót og stein og hitti þar einn jólasvein. Sagði svo og spurði svo hvar áttu heima? Ég á heima á Málandi, Málandi, Málandi. Ég er að mála listaverk. Ég er að kanta. Málandi. Það er sniðugt. Það er kantana fyrst. Þegar að fara til Hallands. Já. Gekk ég yfir grjót og stein og hitti þar einn jólasvein. Sagði svo og spurði svo hvar áttu heima? Ég á heima á Hallandi, Hallandi, Hallandi. Ég á heima á Hallandi, Hallandinu. Þetta var nú skemmtilegt. Heyrðu, Já. Ísland. Hvað er það? Gekk ég yfir grjót og stein og Hvert hitti vorum við að fara? þar einn jólasvein. Hvert er að fara? Sagði svo og spurði svo hvar áttu heima? Ég á heima á Hvíslandi, Hvíslandi. Nei, skjóða, Ísland er alltaf seinast. Ég er á Hvíslandi, Hvíslandi. Nei, Ísland er alltaf Ég er á seinast. Hvíslandi! Já, maður á að hvísla það. Já, ég rugglaðist að þú heitir ekki alveg og ég fyrir ekki alveg. Gekk ég yfir grjót og stein og hitti þar einn Jólasvein. Sagði svo og spurði svo hvar áttu heima? Ég á heima á Grálandi, Grálandi, Grálandi. Ég á heima á Grálandi, Grálandinu Skjóða, ég vil ekki vera á Grátlandi. Ég var fætt til Hlælands til að hressa okkur við. Já, ég til það. Já, Gerum það. gerum það. Gekk ég yfir grjót og stein og hitti þar einn Jólasvein. Sagði svo og spurði svo hvar áttu heima? Ég á heima á Lælandi, Lælandi, Lælandi. Ég á heima á Lælandi. Herðu, þú gænir hvað þið fyndi. Þetta er mjög Herðu, skemmtilegt. förum bara heim til Íslands. Já, gerum það. Gekk ég yfir grjót og stein og hitti þar einn Jólasvein. Sagði svo og spurði svo hvar áttu heima? Ég á heima á Íslandi, Íslandi, Íslandi. Ég á heima á Íslandi, Íslandinu góða. Bravo, bravo. Bravo. Við þökkum Rafiðnaðarsambandi Íslands bara kærlega fyrir skemmtilegt jólabingó. Mikið Það var gaman í mér. svakalegt var þetta gaman. Þetta var rosalega gaman. Herðu. Og þau voru svo skemmtileg og þau voru svo duglega að senda okkur alls konar jólakveðjur og það eru margir spenntir með spilin sín og vissirðu, ég elska að spila, var ég búin að segja það? Hæ, eigum við kannski að koma heim og spila? Já, hirðaskellir, áður en förum ætla ég að segja ykkur, öll spilin koma með skiptimiðum. Og ef að þið eigið eitthvað af þessum spilum, þá getið bara skiptið í annað spil. skilurðu. Það er bara ekkert mál. Já, það er hægt bara niður í spilavinnum. En við sjáumst vonandi bara vinningshafar, við sjáumst vonandi á morgun niður í Rafiðnaðarsambandi þar sem að ég ætla að afhenda ykkur þessa vinninga milli 4 og 5. Ef ekki, ef þið komist ekki, sendið þið á georg@ravís.is og Georg sendir ykkur heimadyrum spilin. Takk fyrir okkur. Kveðja, hurðaskellir og Skjóða. gleðileg jól. Gleðileg jól, gaman að sjá ykkur. Hurðaskellir, veistu ekki, ég er svo spennt. Förum að spila, förum að spila, förum að spila. Hvað eigum við að spila? Hvert fórstu, hurðaskellir? Hurðaskellir! Hurðaskellir!